Við skulum bara demba okkur í ritningarnar. Við erum að taka predikarann, þetta á ekki að vera 8, þetta á að vera 9. Ég er búinn að láta ritningarnar inn allavega. Þetta er 9, 1-18 sem við ætlum að vera í. Kannski ég byrji bara á því að lesa þennan yndislega texta sem við erum með í dag. Öllu þessu veitti ég athygli og allt þetta reyndi ég að rannsaka. Henni réttlátu og vitru og verk þeirra eru í hendi Guðs. Hvorki elskun né hatur veit maðurinn fyrir. Allt liggur fram undan þeim. Allt getur alla hent. Sömu örlög mæta réttlátum og óguðlegum, góðum og hreinum og óhreinum. Þeim er fórfæra og þeim er ekki fórfærir. Hinum góða farnast eins og syndarnum og þeim er sver eins og þeim er óttast svardaga. Það er ókostur við allt sem ber undir sólinni að sama örlög mæta öllum og því fyllist hjarta mannanna illsku og heimskar ríkir í hjörtum þeirra alla ævi þeirra og síðan liggur leið þeirra til hinna dauðu. Því að meðan maður er sameinaður öllum sem lifa á meðan er von. Því að lifandi hundur er betri en dautt ljón. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem ber undir sólinni. Far því og et brauð þitt með ánægju og drekk vín þitt með glöðu hjarta því að Guð hefur þegar lengi haft velþóknun á verkum þínum. Klæði þín séu ætíð hvít og höfuð þitt skorti aldrei ilmsmyrsl. Njóð þú lífsins með þeirri konu sem þú elskar, alla daga þíns fánýta lífs, sem hann hefur gefið þér undir sólinni. Alla þína fánýtu daga, því að það er hlutdeild þín í lífi og það sem þú færð fyrir strit þitt sem þú streitist við undir sólinni. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það, því að dánarheimur þangað sem þú ferð er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. En sá ég undir sólinni að henni fljótu ráða aldrei yfir hlaupinu, né kappanir yfir stríðinu, né heldur spengingarnir yfir brauðinu, né hinir hygnu yfir auðnum, né vitsmunamennir yfir vinsaldinni. Því að tími og tilviljum mætir þeim öllum, því að maðurinn þekkir ekki einu sinni sinn tíma, eins og fiskarnir festast í hinnu háskalega neti og eins og fuglarnir festast í snörunni, á líkan hátt verða mennirnir fangarnir á óheilla tíð, þá hún kemur skyndilega yfir þá. Þetta sá ég einnig sem speki undir sólinni og fannst mér mikið Einu sinni var lítil borg og fáir menn í henni. Voldugir konungar fóru á móti henni og settust hana og reisti mikil hervirki gegn henni. En í borginni var fátækur maður en vitur og hann bjargaði borginni með viturleika sínum. En engin maður minntist þessa fátæka manns. Þá hugsaði ég, viska er betri en afl, en viska fátæks manns er fyrirlitin og orð hans er eigi gaum gefin. Orð vituramanna sem hlustað er á í ró eru betri en óp valdhafans meðal heimskingjarna. Viska er betri en hervopn en einn syndari spillir mörgu góðu. Ok, þannig að ein af mínum uppáhaldsmyndum er mynd sem heitir 12 Angry Men. Þetta er mynd sem var gerð 1957 af leikstjóra sem heitir Sidney Lumet. Ég er að giska á hans í franskur, annars er það Sidney Lumet. En myndin á sér stað í einu herbyggi, öll myndin á sér stað nánast í einu herbyggi þar sem kviðdómur eru að koma saman. Það er réttarhaldið búið og þeir eru að koma saman niðurstöðu hvort að sá sem er í réttarhaldinu sé saklaus eða sekur og þeir koma saman og þeir eru að ákveða er hann saklaus eða sekur og byrjunin á myndinni er einn einstaklingur sem efast að hann sé sekur og 11 sem eru fullvissir það að hann sé sekur. Og endarmyndina ég ætla ekki að fara í alla myndina, en endarmyndina þá kemst það þeirri niðurstöðu að allir 12 eru komnir á það að hann sé pottet saklaus meðan við allt það sem er búið að gerast í myndinu. Og þetta er mögnum mynd og ég held hún sé svona vinsæl út af því að hún gefur okkur það sem við viljum öll. Hún gefur okkur það að við sjáum þannig mann fá skilið það sem hann á skilið. Að þannig saklaus maður sem hefur verið að dæma morð annarkvort í lífstíðarfangelsi eða dauðadóm og þessi ungi maður fær það sem hann átti skilið að hann sé saklaus þegar hann var í raun saklaus og þeir sem voru rasistar, þeir sem voru að segja út af húðlitum manns þá var hann hlaut hann að vera morðingju
og svo framvegis sem kannski gefur til kynna hversu gömul þessi mynd og það höfðu rangt fyrir sér. En það var maður sem heitir Chester L. Carras sem höfundur bókana The Negotiation Game og Give and Take. Og hann segir, þú fær ekki það sem þú átt skilið, þú fær það sem þú semur You don't get what you deserve, you get what you negotiate for. And what you negotiate. Og þetta kannski tilvinnun sem á einhvern stað í viðskiptum. Ef þú ert að stunda viðskipti og þá færðu það sem þú semur En spurningin er þetta raunveruleikinn í lífinu sem við lifum? Og það var annar maður sem heitir Tom Brands sem fékk gullmedalíu í Ólympíuleikunum í glímu og þjálfar nú glímu í háskólanum í Iowa. Og hann sagði, þú færð ekki það sem þú átt skilið, heldur aðeins það sem þú vinnur fyrir. Og enn og aftur, það kannski auðvelt að segja svona setningu þegar þú ert nýbúin að vinna Ólympíuleikana í glímu og þú ert búin að vinna mjög mikið fyrir því og koma með eitthvað svona piffi setningu að þú færð bara það sem þú vinnur fyrir og basically að segja að ég er búin að vinna fyrir þessu. En svo getum við spurt okkur á þetta við lífið sjálft. Öll viljum við lifa lífi og við viljum að raunveruleikinn sé sá að fólk fær það sem það semur eða það sem það vinnur fyrir. En spurningin er, hvað með fólkið sem situr uppi með þjáningu eða með sjúkdóminn eða í hræðilegum aðstæðum? Er það að fá það sem það vann fyrir, er það að fá það sem það er búið að semja Er þetta með eitthvað stað í raunveruleikunum? Og spurningin er oft nei. Við sjáum hvað mikið og óréttlæti í þessum heimi. Við sjáum að oft er það þannig að þeir sem eiga það skilið að fá eitthvað gott, fá hræðilega hluti í staðinn. Og oftast er það þeir sem að gera ilsku sem fá yfirhöfðin. Oftast er það þeir sem við stjórnina. Og það sem við sjáum í þessum texta ef við byrjum bara á fyrstu, 6 versunum, og þá sjáum við að fyrsta versunu, þá segir hann, öllu þessi veitti athygli. Þannig að hann að færa okkur aftur í það sem við endum á í seinustu viku. Þetta er hugsun sem tengist í og það sem við töluðum í seinustu viku að finna hamingju í óvissu. Að vera hamingjusöm í því að við vitum ekki til fulls hvernig Guð starfar, hvernig hann gerir hlutina, en við getum fundið hamingju í því að við vitum hver Guð er. Og hann útskýrir hér til fulls þessa óvissu. Jafnvel ef þú ert réttlátur eða vitur, þá veistu ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Eins og við sjáum í versi 1, hvorki elska né hatur veit maðurinn fyrir. Við vitum ekki hvað kemur. En í versi 2 þá er kynnt okkur fyrir raunveruleika sem við getum verið viss Og það er þessi raunveruleiki, hvort sem þú ert réttlátur eða óguðlegur, góður eða slæmur, hreinn eða óhreinn, trúfastur í trú eða ekki, þá er eitt sem gerir alla jafna og það er dauðinn. Það er eitt sem við getum verið fullviss og það er að við stefnum öll á sama stað og við stefnum öll á sama stað og það er gröfin sjálf. Í heimi sem er fullur af óvissu, þá getum við verið fullviss þetta, við stefnum á þann sama stað. Og við sjáum hann í versi 3, það er ókostur við allt sem ber undir sólinni, að sömu örlög mæta öllum. Og eins og við tölum í seinustu viku þar sem að fólk til dæmis var einn sá ég frétt einn sem ætlaði að láta grafa sig og frekar en að hafa kistu, þá lét hann festa sig ofan á mótorhjóli sitt sitjandi og lét svo glerkassa utan sig og lét grafa sig á mótorhjólinu sinni ofan í jörðina. Og við lifum í samfélagi sem gerir lítið úr dauðanum. Eins og ég hitti mann hann daginn sem var að tala að þegar að hann verið að jarða hann, þá vill hann ekki að það sé eitthvað svona leiðindartími, heldur vill hann bara hafa partí og fólk skemmti sér og svona tala brandara sem hann sagði eða eitthvað fleis. Að fólk á það til í samfélaginu einhverju dag gera lítið úr dauðanum, því að það vill ekki hugsa dauðan, það vill ekki hugsa alvarlega hluti. Og í gröfinni, það er svo magnað við gröfina, að í gröfinni þá eru beklarar og konungar jafnir. Einstaklingurinn sem var að betla allt sitt líf og konungurinn sem bjó í höllinni, allt í einu eru bara bein, allt í einu eru bara mold, verða að engu. Og sama hversu voldugur þú varst í þessu lífi, eða hversu lítið vald þú hafðir í þessu lífi, að þá er sannleikurinn sá að gröfin gerir alla menn jafna. En spurningin raunveruleikinn þessi, að það er mjög auðvelt að lifa sinni lífi þar sem við leggjum áherslu á hluti sem skipta engu máli.
Jafnvel hlutinir sem að í aðstæðunum líti út fyrir að reisa stórir, vera rosalega mikilvægir, erum að fara að gera fjárfestingar eða erum að fara að kaupa hús eða erum að fara að ákveða hvaða nám við ætlum í eða hvaða starfsgrein við ætlum að reyna að vaksa í og vinna í mikinn stóran hluta af lífi okkar. Eða þegar við giftum okkur eða gerumst foreldrar eða allir þessu stóru hlutir í lífinu eru mjög stóri hlutir og mikilvægi hlutir, en í samanburði við það að átta okkur á hvað snýst lífið sjálft gerast þeir mjög litlir. Og jafnvel þessar stóra ákvarðanir verða litlir í augum þess og það er auðvelt, það er svo auðvelt eða öllu sinni lífi að snúast í kringum þessar litlu ákvarðanir. Litlu hlutina sem eru stórir ákvarðanir núna, en á sama tíma meðan við það að vita hvað snýst þetta líf, hvað snýst þetta allt, að þá er það ekkert svo stórt. Og svo kemur þarna í versi 4, því að meðan maður er sameinaður öllum sem lifa, á meðan er von. Og ég elska þessa setningu, því að lifandi hundur er betri en dautt ljón. Betri er að vera lifandi betlari heldur en dauður konungur. Og hvað er hann að benda okkur á? Þegar ég var núna seinast í Bandaríkjunum, þá var ræða af forstöðumanni sem það voru, ég held að 10.000 forstöðumenn inn í samankomnir til að lofa Guð og vaksa í trúnni og hann var að tala til forstöðumannina að hafa orku til lengdar. Og það er raunveruleikinni sá að flest af þeir sem gerast forstöðumenn endast í 5 ár áður en þeir breytast starfsgrein. Það er held í 5% af öllum sem byrja sem forstöðumenn enda á að fara eftirlaun sem forstöðumenn. Að flest allir gefast upp mjög fljótt og hann var að gera ræðu við erum að hafa orku til lengdar. Jafnvel þó að það sé erfitt okkur núna að hafa orku til lengdar, að halda áfram að gera það sem Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Og hann var að tala þessa litlu gleði sem við finnum í þegar það opnast augu fólks fyrir fagnaðarerindinu, þegar það vex í trúnni sinni, og hann var að leggja út þessa litlu punkta sem við eigum að vera fagni. Jafnvel þegar við erum ekki með stórar kirkjur eða hvað sem það er. Og ég fekk svolítið sjokk þegar einn af punktunum var að gleðjast, eða gleðin sem fylgir því að jarða gamlar bræður og systur. Mér fannst það svolítið skrítið, að hann var að tala að jarða gamalt kristið fólk. Og hann var að tala gleðina í því, og hugmyndin var þessi að gleðin í því að vita að hér er líf sem var lifað til fulls og það var augljós hver drottinn þeirra var. Það var augljós hver tilgangur þeirra var, að dýrð Guðs var alltaf augljóst í lífið þeirra, að þau lifðu allt sitt líf til fulls, lifandi fyrir þann konung sem átti allt það skilið sem þau gerðu. Og nú í dauða er ekki vonleysi heldur von. Að það er sársauka sem við vorum búin að upplifa, líkaminn þeirra var byrjað að gefast upp og svo framvegis, að nú eru þau með frelsara sínum augliti til auglitis. Meiningin var að fagna lífi sem var lifað trúfastlega fyrir dýrð Guðs, vitandi að þau eru nú með honum. Og predikarinn, hann er ekki að tala að það sé alltaf betra að vera lifandi heldur en dáinn, út af því að hann nefnir þannig von í miðju versinu, í versi 4. Á meðan er von. Það er að segja, á meðan fólk lifir þá er von, og hann er að tala þarna einstaklingin sem er ekki kristinn. Á meðan fólk lifir þá er von. Betra er að það sé enn lifandi, því að enn er tími til þess að við getum snúið okkur til Guðs. Og hversu gott þetta er fyrir okkur, eins og margir hér inni sem eru að biðja fyrir fjölskyldunum sínum og eru kannski búin að biðja í mörg ár, í 10, í 20 ár og eru að segja af hverju gerist ekki neitt, af hverju líður mér eins og ekkert sé að gerast, þess að Guð heyri ekki bænir mínar, að halda í þetta vers í vers 4, predikarinn 9. kafla. Á meðan lífi er þá er von. Þá er ennþá von að sá einstaklingur sjái þörf sín á Guði að hlaupa í faðm Krist. Eins og Hebreabréfið 9:27 segir okkur, þá er það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Að á meðan menn eru lifandi, að þá er enn von að það sjái náð Guðs og gleði Guðs, því að allt annað leiði til glötunar. Allt annað leiði til helvitis út af því að við báðum það. Út af því að við stöndum fyrir framan Guð og hann gefur okkur nákvæmlega það sem við biðjum Guð, allt mitt líf sagði mér langaði ekkert með þig að hafa, og nú frammi fyrir dómsæti Guðs, þá segir hann, ég gef þér nákvæmlega það sem þú baðst Og þessi fyrstu 6 vers
Þetta er góður punktur út af því að punkturinn fyrir mér í þessu fyrstu 6 versum eru við lifum aðeins fyrir einn áhorfanda. Það er aðeins einn sem við svörum fyrir. Það er aðeins einn sem við lifum fyrir og þvílíkt frelsi það er að finna í því að vita að við lifum aðeins fyrir einn áhorfanda. Og hversu mikið við þurfum að læra, allavega sérstaklega ég, allavega því ég upplifi pressuna við að þurfum að lifa eftir eftirvæntingum annarra sem hafa látið eftirvæntingar sínar yfir mitt líf. Hvort sem það sé eitthvað líkamlegt, eitthvað, heyrðu, af hverju ertu ekki búin að fara í betra nám, eða af hverju ertu ekki í betri vinnu, eða af hverju ertu ekki í betra formi, eða í betri fötum, eða hvað sem það er. Oftast eru margir mikið af fólki með eftirvæntingar fyrir líf okkar. En þessu fyrstu 6 vers, þeir minna okkur á að leið okkar allra er í gröfina. Og þá skiptir ekki máli í hvaða fötum þú ert í. Það skiptir ekki máli hvaða starfsgrein þú varst með. Það skiptir engu máli hvaða eignir þú áttir. Það skiptir máli hvern lifður þú fyrir. Það skiptir máli er þessi eini áhorfandi. Hvað fannst honum þegar hann sá þitt líf? Þú getur fikið lof, hrós, klapp á bakið, allt þitt líf. Og ekki það því skiptir engu máli því að við fengum ekki hrós, við fengum ekki klapp á bakið og lof frá þeim einum áhorfanda sem skiptir máli. Þegar við stöndum frammi fyrir honum. Og hann er frelsar okkar og hann er dómar okkar. Einn daginn mun aðeins álit eins skipta máli, sá sem kveður upp okkar dóm. Og hér sést raunverulega hvað líf okkar snerist þegar við stöndum fyrir framan Drottinn. Og spurningin er, hver var Drottinn yfir okkar lífi? Áttaði mér raunverulega á því hvað fagnaðarerindið var. Var ég búinn að taka við gjöf Guðs og var það augljóst með mínu lífi? Ég vona svo að þema lífs okkar allra verði þetta, ég elska þetta latínu orðatiltæki, soli Deo gloria. Það er Guð einn sem fær dýrðina. Soli Deo gloria. Guð einn sem fær dýrðina í öllu. Hversu magnað það er að þetta gefur, ef við lifum með þetta sem þemað í okkar lífi, þá fær allt annað í lífi okkar tilgang. Þegar við vinnum, þegar við biðjum, þegar við lesum. Soli Deo gloria. Þetta snýst ekki mig ákveður núna. Ég veit að það er erfitt, því að bara í vikunni þá man ég var að lista hljóðbóka meðan ég var í ræktinni J.I. Packer, Knowing God, og ég var svona, ok, í dag verður augljóst að ég lifði fyrir dýrð Guðs. Svo kom ég heim og ég lenti í því að dagskráin mín breyttist og ég upplifði það að dagurinn sem ég ætlaði að nýta til þess að búa til þessa predikun, ég fattaði að ég þurfti að vinna á laugardegi til þess að gera þessa predikun og ég var vonlaus. Klukkutíma áður var ég að segja, ég ætla að lifa fyrir dýrð Guðs í dag. Það verður svo augljóst fyrir öllum að ég ætla að lifa fyrir dýrð Guðs og svo klukkutíma seinna var ég handónendur og 3 klukkutíma í slæmri, þú veist, með bara tilfinningarnir minnar í rugli og svo allt í einu bara hádegi þá myndist ég þess að ég ætla að lifa fyrir dýrð Guðs. En megi það vera þema okkar allra. En ég ljósi þess að við stefnum öll í gröfina þá hvetur Salomon okkur til þess að gleðjast, sem er svolítið áhugavert. Og við förum yfir í annan punkti sem er að njóta þessa fánýta lífs. Og versu 7 þá sjáum við farð því og et brauð þitt með ánægju og drekk vín þitt með glöðu hjarta. Njóttu matar, njóttu drykks, njóttu klæða þinna og varning sem fer vel með líkamaðinn. Njóttu konu þinnar, líkamlega, andlega, samfélagslega. Njóttu blessana Guðs, Guði til dýrðar. Þakkandi honum fyrir góða gjafir. Og það eitt hef ég upplifað hversu sorglegt það er að þegar kristinn einstaklingur kann ekki að njóta, kann ekki að gleðjast í þeim góðu gjöfum sem Guð hefur gefið okkur, sem er einhvern veginn svona að fara í trúboð og getur sagt þér nákvæmlega allt hvað fagnaðarerindið er og svo framvegis. Fólk sér að honum leiðist eða er reiður bara út í lífið og hann er að deila fagnaðarerindum með öðrum. Komdu yfir í mitt líf og fyndu hvað er ömurlegt. Að kann ekki að gleðjast, kann ekki að njóta þess að Guð er búin að gefa okkur góða gjafir. Að í punktunum áður þá er hann nefna, við stefnum öll í gröfina. Að þú horfir á því bara frá því sjónarmiði, að þá getur þú bara verið í lifandi þunglyndi. En svo er það fyndið við Salomon að hann tekur upp í og segir, heyrðu, í ljósi þess, njóttu þess að lifa, njóttu þess að borða, að klæðast, að drekka, að vera með varning sem fer vel með þig og lyktar vel.
Njóttu konuna þinnar. Njóttu blessana Guðs, Guði til dýrðar. Og það er sorglegt þegar þú hittir kristinn einstakling sem kann þetta ekki. Hann getur sagt þér sannleikann um Guð, en hann getur ekki notið lífsins. Og ákall hins kristna er að standa á sannleika. Það sem held ég að við gerum vel sem kirkja, við stöndum á sannleika Guðs sem er Biblan, vinna vel. Það er að segja með þetta ljósi að þema fyrir líf okkar er soli Deo gloria, Guði til dýrðar, þá vinnum við vel Guði til dýrðar. En svo minnir Salomon okkur hér á að verkefni í lífs okkar er líka að leika vel, að skemmta okkur vel, að njóta vel. Og hversu kaltalins það er þegar að reiður, pirraður og leiðilegur einstaklingur er að bjóða fólki að koma og taka við fagnaðarerindi. Það passar ekki. Að fagnaðarerindi gerir það að verkum að við finnum gleði í góðum gjöfum Guðs, og það sem er enn betra er að við höfum alltaf ástæðu til þess að gleðjast. Hún er ekki byggð á kringumstæðum okkar eins og við sjáum í versi 7, því að Guð hefur þegar lengi haft velþóknun á verkum þínum. Sérðu gleðina sem fylgir því að lifa fyrir einn áhorfanda? Að við lifum í lífi þar sem við erum ekki að leitast til þess að samþykkja aðra, og ég reyndar vil undirskrifa það að ekki segja þá allt sem aðrir hugsa um mig skiptir engu máli. Og því að það er fólk í þínu lífi sem er að segja þér til herðu, þú ætti kannski að laga þetta eða passa þig á þessu og svo framvegis, út af því að það elskar þig. En á sama tíma þá veitum við að eina álitið sem skiptir raunverulega máli er Guðs álit á lífi mínu. Og það sem er magnað, þetta gefur manni von, þetta gefur manni gleði. Út af því að við sjáum hér, ef þú ert kristinn einstaklingur, að þá er það sama hversu mikið þú klúðrar, sama hversu mikil þín klúður eru eða stór þau eru, ef þú ert kristinn einstaklingur, ef þú ert búin að segja, já Guð, ég tek við þeirri gjöf sem þú ert búin að gefa fyrir mig á krossinum, að þá er vers 7 vers fyrir þig. Því að Guð hefur þegar lengi haft velþóknun á verkum þínum. Pressa, eftirvænting og viðhorf annarra byrjar að fölnar þegar þú sérð raunveruleikinn er að konungur konunga segir hann hefur þegar haft velþóknun á verkum þínum. Og sérðu hvað þetta lyftir upp, sérðu hvað þetta léttir af byrðinni í staðinn fyrir að leitast eftir samþykki annarra, alltaf að gera gott, að vera gladur, að gera betra til þess að fá samþykki. Í staðinn þá lifum við í ljósi þess að vers 7 segir hann hefur nú þegar samþykkt mig, og þannig ætla ég að gleðjast í öllu sem ég geri. Út af því að hann er nú þegar búinn að segja að þú ert minn sonur. Þú ert að gleðjast ekki til þess að fá Guðs gleði til þín, heldur ert þú að gleðjast því að þú hefur nú þegar fengið hans gleði. Og þetta er sannleikurinn fyrir alla kristna. Þegar hann sér okkur, þá sér hann Jesú Krist. Hversu magnað er það? Að þegar við stöndum fram fyrir Guð á dómstegi og hann er dómar okkar, að þá horfum við á hann sem frelsar okkar. Að hann er að kveða upp dóm og það sem hann sér er verk Jesú Krist í okkar stað. Og fyndið er að eftir ákallið til þess að njóta lífsins, þá byrjar hann að tala um lífið sem fánýtt. Og þetta lítur út fyrir á mótsögn, allavega þegar ég lesi þetta. En við verðum að spyrja, er þetta mótsögn? Við sjáum hana, versi 9, njótu lífsins með þeirri konu sem þú elskar alla daga þíns fánýta lífs. Þetta er rosalega skrítið hvernig hann setur þetta upp, sem hann hefur gefið þér undir sólinni. Og ég held að raunveruleikin sé sá, allavega hef ég upplifað það meira og meira, að raunveruleg hamingja og gleði í góðum gjöfum Guðs kemur þegar ég átta mig á að þetta eitt og sér er innantómt. Að þessi eign eða komast á ákveðin stað fjárhagslega eða hvað sem það er innantómt og er fánýtt. Að þegar ég kemst á þann stað að ég átta mig á að þetta er innantómt eða fánýtt, að þá byrja ég loksins að njóta þess. Að það bendir til þess að raunveruleikinn hamingju lífsins felst ekki í lífinu sjálfu eins og er okkur núna, heldur í því komandi lífi. Og þegar ég átta mig á því að það er meira hamingju heldur bara það sem lífið hefur upp á að bjóða, þá get ég loksins farið að njóta þess sem lífið hefur upp á að bjóða, út af því að ég er ekki að láta það í stað Guðs. Ég er ekki að segja að hamingja mín er öll byggð á fjárhag mínum, eða öll byggð á bílnum mínum, eða húsinu mínu, eða konunum minni, eða börnunum mínum. Ég vil góðum hlutum.
heldur að segja að hamingja mín byggð á Guði. Og ef hamingja mín byggð á Guði, þá get ég loksins notið alls þess sem hann hefur gefið okkur. Og það er magnaðurumleiki. Að njóta þess fánýta lífs. Og því minna sem ég einhvern veginn byggi hamingjuna mín á velgengni og hlutum eða eignum, því meira er hægt að njóta velgengni hluta og eigna. Og því skilur predikarinn okkur eftir með þessa visku: njóttu þessa fánýta lífs. Í raun með því að átta sig á því að nautn okkar er dýpri en lífið sjálf. Að þrátt fyrir að þetta fánýta lífið teki frá okkur, þá er von okkar dýpri, þá er von okkar meiri. En áður en við farum okkur yfir í endapunktinn, þá gefur hún okkur þennan lista sem er þannig frá versi 11-12. Og hann segir hér, þetta er listi í rauninni menn með kunnáttu, með færni sem fá ekki að nota þér. Þeir fljótu fá ekki að ráða yfir hlaupum, kapparnir fá ekki að ráða yfir stríðum, spekingarnir fá ekki að ráða yfir brauðinu, hygnu fá ekki að ráða yfir auðnum, vitsmunarmennir fá ekki að ráða yfir vinsældinni. Og þetta mála fyrir okkur sorglega mynd, þar sem að kunnátta og færni er til staðar, en það gefst ekki tækifæri til að nota þessa kunnáttu eða þessa færni. Og líklegast þá gefur þessi mynd til kynna að áður en þessir einstaklingar fá að nýta sér hana, þá festast þeir í netinu sem er tilviljun, eins og hann segir það hana. Og ég ímynda mér mann sem maður sér þetta meira og meira í nútíma heiminum. Þessi einstaklingur er kannski 34 ára gamall og er að fara úr skóla í fyrsta skipti. Ég man að hafa bróður Nonna sem Haffi var ógeðslega lengi í skóla. Ég man eftir því. Það er fólk, ef þú vilt doktorsgráðu eða þú vilt ná einhverju mjög stóru í námi, að þá getur það verið þessi skóla þannig að þú er 30 eða 31 eða 2 eða 3. Og þegar ég les þetta hæfni sér til staðar eða kunnátta sér til staðar, þá ímynda ég mér svona 34 ára mann sem er búinn að eyða frá 6 ára aldri í skóla og gengur svo út eftir útskriftarpartíið sitt og lendur fyrir eldingu eða eitthvað slags. Hann er svona búinn að eyða öllu sínu lífi í að læra hluti, í að kunna, í að hafa hæfni til þess að gera það starf sem er framundan honum, og þegar hann er loksins búinn að ná öllu náminu sem þörf er á, að þá er líf hans tekið. Og hann fær ekki að nota það sem hann er kallaður til þess að gera. Og ég ímynda mér mann sem er kannski komið með doktorskrána sína og lendir fyrir þessari eldingu og fær ekki að nota neitt af þeirri kunnáttu sem hann er komið með. En ég held þó að líka sig að vera að ræða meiri heldur bara einstaklingur sem deyr áður en hann getur notað sína getu eða færni, og líka ég tel þetta tengjast punktinum sem fylgir. Að sá sem fær í speki fær ekki að nýta hana. Að sá sem er fljótur að hægja á sér, hann hefur ekki hæfni í að stjórna en eyðileggur með fávisku sinni. Við viljum til dæmis var ég að lesa grein, horfa á vídeo gæja sem var að tala að vísindin væri að eyðileggjast. Út af því að hafið þessi greinar á Facebook sem er eitthvað svona 1 vínglas á dag er betri en klukkutími í ræktinni eða eitthvað slags. Hafið þið séð þetta? Eða þú borðar 2 súkkulaðistykki á dag og þú færð ekki krabbamein, eða hefur eitthvað séð þetta svona á Facebook? Endalaust svona eitthvað new studies suggest, og þá er það eitthvað svona borðaðu 2 súkkulaðibita á dag og þá minnka líkurnar á krabbamenni, eða drektu bara 1 vínglas og þá þarftu ekki að fara í ræktina og eitthvað svona. Og þetta er studies þar sem að fólk, það er sagt data, þetta er kallað mjög ópólitískt rétt, en það er vísindamenn sem kalla þetta data rape. Það er að segja að þeir nota tölunar sem koma inn og neyða tölunar til að segja eitthvað áhugavert. Út af því að það er fólk sem þarf að gefa þeim pening til þess að halda áfram vísindalegum rannsóknum sínum, og þeir eru að leitast ekki eftir því að gera vísindalega rannsóknir, heldur eru þeir að reyna að leitast eftir því að gera vísindalega rannsóknir sem vekja athygli, þannig að fleiri gefa þeim pening til þess að gera vísindalega rannsóknir. Og vísindalega rannsóknir hafa orðið bara svona hálfgert djók, þar sem að þeir reyna að brengla tölunum þannig að það líti út fyrir að 1 vínglas á dag er sama sem að fara í ræktina klukkutíma á dag. Og svo kom út svona fullt af greinum, og það var einstaklingur að vekja athygli á því að við erum að eyðileggja vísindin. Út af því að það hefur engin áhuga á því að heyra, ok, að ræktin er ennþá gott fyrir þig.
Vísindamenn sanna að hreyfing mjög góð fyrir þig ennþá. Út af því að það ekki áhugavert. Og það mjög erfitt að fá peninga og gera vísindalega rannsóknir þegar það ekki áhugavert og fær ekki athygli. Og hann var að vekja athygli á því að þeir voru að eyðileggja vísindin með því að gera þetta svona. Og við sjáum þetta sama með sagnfræði eða fornleifafræði. Til dæmis á hverjum páskum. Þá kemur Natural History eða History Channel og þeir koma með svona Easter Special. Og þá einhverjir gæjar sem eitthvað, já, ég held að Jesús hafi verið geimvera eða Jesús var aldrei til eða hann var bara búinn til úr fullt af guðum sem komu áður en hann og hvað sem það er. Og þetta fólk sem það aldrei fyndið gæjan sem bara svona í viðtali, já, veistu, það bara flest allir sem sammála það að Jesús var bara raunverulegu karakter sem lifði á jörðinni. Út af því að það ekki spennandi. Þannig að History Channel ætlar að gera eitthvað svona spennandi og krassandi hverja páska og fá okkur svona gæja sem með viltustu hugmyndirnar og fólk í dag farið að halda að þetta sé raunverulega það sem að fornleifafræðingar og sagnfræðingar halda Jesú Krist. Og það sem við sjáum að það ekki spekingarnir sem fá að tjá sig. Það ekki þeir með visku sem fá að tjá sig, það þeir sem með nýjustu hugmyndirna, sem með heimskulegustu hugmyndirna stundum. Þeir fá athygli. Þeir fá alla athyglina og þeir fá að búa til hugmynd í hugum fólks. Og ég held að þessi texti, það sem að tala að þeir fljótu fá ekki að ráða yfir hlaupunum, kapparnir fá ekki að ráða yfir stríðunum, spekingarnir fá ekki að ráða yfir brauðunum, það að segja efnahagskerfinu, og hygnu fá ekki að ráða yfir auðnum. Að þetta raunveruleikinn í dag, við sjáum þetta ennþá í dag. Því miður það oft það sem að spekingarnir ekki hlusta á, en þeir sem hávarstir hlusta á. En svo förum við yfir í vers 16 sem að minnir okkur á viska betri en afl. Hér í seinasta hlutanum þá heyrum við dæmisögu þar sem veikburða borg mætir umsættri frá kraftmiklum konungi. Hér vitur fátæklingi í borg sem bjargar henni með visku sinni en þó ekki minnst og þekktist bara undir titlinum vitri fátæklingurinn. Ekkert nafn. En vers 13-15 gefið þessi viðlíking til þess að ýta undir þennan punkt viska betri en afl. Og í okkar yfirborðskennda samfélagi þá er þetta mjög auðvelt að gleyma þessu. Viska betri en afl. Til dæmis íþróttin sem ég elska hvað mest MMA, Mixed Martial Arts, það sem svona bardagi íþrótt. Og þegar það ein keppni innan MMA sem heitir UFC. Og UFC byrjaði svona, það var mjög áhugavert upprunnin þeirra. Það var til dæmis, þegar þú horfir á UFC í dag, þá eru komin alls konar reglur og svona, og þyngdarflokkar og alls konar svona góðar hugmyndir sem við búið að láta. En þegar það byrjaði, þá var það ein keppni á ári. Og það voru 32 aðilar og svo var það bara hver ennþá lifandi þegar hann kemst á toppinn og hann vann kvöldið. Þannig að gæinn sem vann kvöldið var örugglega búinn að berjast 5 sinnum það kvöld og var bara allir í höngi. Gæinn sem var að berjast við og vann næstu því braut hendina sína 2 bördugum á undan, var búinn að rota 2 gæja með brotna hendi og þetta var bara svona brútalt dót. Það sem við magnað við þessa íþrótt er að þar sérðu að speki betri en kraftur. Út af því í til dæmis fyrsta UFC þá voru sumo-glímukappi sem voru 300 kíló eða eitthvað og gæinn sem sigraði kvöldið var Royce Gracie sem var minnsti gæinn af öllu kvöldinu. Það voru boksarar, það voru sumo-glímukappar, það voru, það var endalaust af mismundi karatekappar, taekwondo og svo framvegis og þetta var einhver gæi sem var bara búinn með fjölskyldunni sinni að þróa eitthvað sem hann kallaði brasilískt jiu-jitsu með bræðurum sínum og pappa sínum sem allir eiginlega nota í dag. En ég myndist líka sögu þar sem að gæi var að veiða íkorna og hann ákvað að hann ætlaði að veiða íkorna með því að grafa flösku ofan í jörðinni með litlu opi og láta hnetu ofan í flöskuna og íkornin kom og hann greip í hnetuna, fór ofan í krukkuna, greip í hnetuna, fattaði að hann komst ekki með hendina upp úr krukkunni og
togaði og togaði í nokkra mínútur með öllum kröftunum sínum, með öllu sem hann hafði. Þá reyndi hann að toga. Eftir nokkra mínútur þá kom íkonan veiðigæinn og labbaði að honum og veiddi íkonan. Og ég veit ekkert hvað hann gerði við hann, fylgdi ekki sögunni. En svo seinna meir kom annar íkonni og hann teygði sér eftir hnetunni og hann grípur í hnetuna og ætlar að toga og fattar með visku sinni að hann getur ekki losa hendina sína út af því að hann getur ekki farið með kreftan hnefann upp litla opið sem að flaskan Þannig að það sem hann þarf að gera frekar en að toga sem mun ekki gera neitt fyrir hann að sleppa hnetunni og þá gæti hann losað hendina sína til þess að fara og finna aðra hnetu annars staðar. Og mér finnst þetta góð viðlíking upp á að viska betri en kraftur. Þú getur verið íkonin sem togar í öllum kringumstæðum lífsins og þú getur reynt öllu orku og örugglega mun meira orku heldur en sá vitri, en ef þú ert vitur þá getur áttað þig á því að sleppa hnetunni til þess að þú getur lifað fyrir annan dag og fundið aðra hnetu annars staðar. Og það sem við sjáum hér en viska, eins og 16-18, en viska fátæks manns fyrirlitin og orð hans eigi gaumgefin. Orð vitramanna sem hlustað á í ró betri en óp valdhafans meðal heimskingana. Viska betri en hervopn, en einn syndari spillir mörgu góðu. Og sannleikur vers 17 á enn vel við í dag, en því miður eru margir sem fylgja honum ekki. Fáir hlusta á visku í ró og margir hlusta á hrópandi valdhafa sem hafa sankað sér yes-menn, sem segja bara já og amen við öllu. Og þetta miklu meira skemmtanagildi í háværum heimskingum frekar en rólugum vitringum, en ef skemmtanagildi það sem við leitumst eftir, þá eigum við ekki eftir að skemmta okkur í eyðileggingu okkar. Og á meðal öskursins í kringum okkur í dag, reyndu þá að róa hug þinn og leitast eftir viskunni sem hvíslar. Og það heyrist ekki í öllu öskrunni á erfitt stundum að heyra rödd viskunar, en viska betur en hervopn, en því miður það búið í heimi í dag sem vill fyrst fara í stríð og svo læra af því seinna meir. Fyrst repa og svo pæli í hvort það góð fyrir lagi. En vers 15 segir, en enginn minnist þessa fátæka manns. Og með þetta fyrir augum, þá langar mig að leggja út fyrir okkur og spyrja okkur sem erum kristin hér í dag, erum við tilbúin að vera hvíslandi rödd viskunar í þínu daglega lífi? Jafnvel ef það þýðir engin dýrð, ekkert klapp á bakið, ekkert lof. Erum við reiðubúin að vera rödd viskunar sem hvíslar í heimi sem öskrar heimsku? Fyrir nokkara hér inni hefur það þýtt vinamissir eða vinnumissir, afneitun og gæti kosta mun meira í framtíðinni. Því að svo speki sem við predikum fyrir mörgum heimska. Eins og við sjáum í 1. Korintharbréfi 1, 21-25. Því að það heimurinn með speki sinni þekkti ekki Guð í speki hans. Það þóknaðist Guði að frelsa þá trúa með heimsku predikarinnar. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita speki, en við predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En hinum kölluðu bæði gyðingum og Grikkjum Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Og í þeim erfiðleikum sem mun fylgja því að vera röddin sem viskan hvíslandi í heimi sem öskrar heimsku, að þá þurfum við líka hvort öðru að halda. Að samfélag trúaðra að halda. Og ég elska Hebreabréfið 10. kafla sem mála fyrir okkur mynd hvað kirkjan á að vera að gera. Höldum því fast við játningu vonar vorar án þess að kvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Hvernig að segja okkur að halda fast í viskuna, predika viskuna, standa á sannleikunum, gefum gætur hvert á öðru og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki samnaða samkomur ykkar eins og sumra siður, heldur uppbyrðu hver annan og því fremur sem þeir sjáðu að dagurinn færist nær. Í því að gerast meðlimur meira en bara að mæta annars slagið, það felst í því að segja ég ætla að taka á mig að hvetja aðra áfram, að standa með þeim í að standa á sannleikunni, að hvísla viskuna í samfélagi sem öskrar heimsku. Og áskorun okkar í dag að þekkja visku Guðs, að tengjast í samfélagi Guðs og vera rödd viskunar í samfélagi sem líklegast ekki þakkaði fyrir það. Ertu reiðubúinn að vera fátækur maðurinn sem aldrei nafngreindur þrátt fyrir að hafa bjargað borginni? Fyrir flest okkar þá felst engin jarðleg dýrð í þessu nema það eitt að heyra frá Kristi velgert trúfasti þjónn.
og það er nóg. Það eitt er nóg. Ertu tilbúin að lifa fram fyrir Guði fyrir einum áhorfenda, leita eftir því að gera hann dýrlegan? Ég veit að það er erfitt, en að vakna hverjum mörni vitandi það að hann er ennþá drottinn yfir lífi okkar, hann á ennþá skilið alla lofgjörð og alla dýrð. Það er það sem við fáum að gera þegar við syngjum, þegar við biðjum og núna þegar við förum út í okkar daglega líf. Þannig að við skulum minnast þess hvað hann hefur gert og það eru margar leiðir fyrir okkur til þess að gera, til þess að vera þessi hvíslandi rödd viskunnar. En það sem ég legg fyrir að við öll gerum er að demba okkur í orð Guðs í að þekka Guð betur þannig að við getum betur sagt hver hann er. Og það því að líka þegar við sjáum hver Guð er þá byrjum við að breytast. Þú upplifir þetta ef þú ert búin að giftast og þú ert búin að vera í sambandi í mörg ár. Þá Svafa var til dæmis að hlæja því bara núna í vikunni hvað ég er búin að taka upp margar takta frá henni og við erum bara búin að vera gift í 6 ár. Hvað þá þú ert búin að vera giftur í 30 ár eða 40 ár. Þú byrjar að breytast. Það sem þú horfir á hefur áhrif á hver þú ert. Og þannig að megum við sem kirkja ávallt horfa á Krist því að hann er betra en allt annað sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Amen.